Það mætti að það fyrir þig og Andrísi eða? Já. Myndi óska eftir nýju verðbókavottorði hjá þér. Herðu, já, ég ætla hérna meðan við framferðið á síðustu fundum og þá ætla ég að taka þetta upp. Og þó þú segir þessi ekki heimilt. Það óheimilt að hljóðrita að taka upp. Já, það er líka óheimilt að brjóta á mér og hérna ég ætla að taka þetta upp. Ef þú ert ósátt við það, þá máttu hringja á lögregluna sem er mjög gott. Því að hérna það er mjög fínt að láta taka skýrslur af því hvernig þið komið fram. Þannig að þetta bara er tekið upp. Ég óska þá bara eftir því þú hringir á lögreglu. Það kemur fram hérna... Já, ég bið að hringja á lögreglu bara til þess að stöðva þetta. Það kemur fram hér að það er óheimilt að hljóðrita og taka upp myndir. Já, það kemur hérna upp. Og það eru reglur sem að sýslumaðurinn í Reykjavík hefur sett. Já. Þú hefur bara ræðið það reglur við hann, það er dómstöðu það. Já, hringdu þá á lögreglu og bara stoppa þetta. Fylgjarsbankan ekki Þórir Árnason. Það lítur vel út. Það liggja hérna fyrir gögn málsins. Er hún fyrirgefðingar, er hún ekki, hérna ég kom með í fyrradag, staðfesting á því ég hafði sótt leiðréttingu á höfuðstól. Ég er bara ekki með skjalið með mér en hún hérna í vitna viðurvist tók við þessu þannig að ég myndi óska eftir því að það er ekki hér. Myndirðu vilja sækja það þannig að við getum sett það inn í málið? Já, það er alveg... Það er beiðnin hér þess að verið að greiðast nefnabóðstilúkningar á kröfu frá þessar 8 milljónir samkvæmt beiðninni eins og hún er. Já. Samkvæmt beiðninni sem er dagsett 2.7.2013. Já. Myndi ég fá að biðja þig Þú hefur ekki orðið? Já, þú lætur mig vita hvernig ég hef orðið. Beiðnin liggur fyrir átt fylgjum. Það liggur einnig fyrir hérna beiðnin frestun á nauðungarsölu samkvæmt 130/2014. Það sem þeim fyrir þessu frífylgja og auðlýsing skilmálar við alveg skilmálar við uppástölu og fasteignum og fleira og þingisíka og dagsett í dag og yfirleitt yfir matstiltan hér úr. Ertu með þinglýsinguvottorðið í dag? Já. Má ég sjá það? Þetta er grafa bankans. Ég bara græði þess að byrja upp á starfslega.